Benedikt Rúnar Guðmundsson, þjálfari Þórs. Benni, Norðurland titrar, það allt þar að skjálfa, stórleikur á 15. Tindastóll kemur í heimsókn. Hvernig leggst þetta í okkur? Bara vel eins og alltaf og náttúrulega sérstaklega gaman að þessum derbyleikjum. Þannig að það verður náttúrulega svakalega gaman síðast, fullt hús og mikil stemning. Þannig að og ég á náttúrulega vona á að Króksarar fjölmenni aftur eins og það gerði síðast, þannig að þetta verður bara stuð. Við erum búin að spila tvisvar við og vetur, töpum fyrir á Króknum í skemmtilegu leik en slóðum oss út úr bikarnum hérna. Þannig að nú er þetta svona endaleg barátta á Norðurlandi. Já, svona 8 leikur Norðurlandi, já, það er kannski rétt, en þetta er bara, við erum að fá hörkulið sem var lengi vel bara yfirspila KR í síðasta leik og töpuðu síðan þegar Jón Arnór tók sinn fræga kafla í lokinn og þeir eru örugglega drullusveiktir og ætla að koma ná í sigurtilfinningu aftur en við ætlum að vera klárir náttúrulega bara eins og alltaf og þurfum á þessum 2 stigum að halda jafn mikið og þeir. En það er náttúrulega sama skapið, þeir náttúrulega koma drullusveiktir og það er náttúrulega eins og þú segir, það er ekkert grín að lendi mönnum eins og Jón Arnór þegar það er taka upp á svona vitleysu að haga sér eins og hann gerir þarna. En okkar strákar hljóta að vera líka pínlítið spældir, þeir fóru ekki vel út gegn Stjörnunni í síðasta leik. Nei, bæði lið eru að koma úr tapleik á móti Stjörnunni og KR, þannig að bæði lið vilja svona fara að komast á sigurbraut aftur og annað er að kemst bara á sigurbraut í þetta skipti, þannig að við náttúrulega setjum allt í það að það verður við. Segðu mig, hvernig leik í raun megum við búast í? Við megum búast í jöfnuleik en svona hvert eru uppleikið? Þeir eru náttúrulega sterkir á marga vegu. Þeir eru góða skyttur. Þetta er það lið sem er svona að skora flest tryggja utan að velli ásamt Stjörnunni. Ásamt Stjörnunni er að taka flesta þryggjastega tilraunir, þannig að við þurfum að dekka á vel úti þar. Þeir eru líka með frábæran mann inn í teig, Antonio Hester, sem hefur verið illviðráðanlegur undir körfunni, þannig að þeir eru með rosalega gott jafnvægi á sínum sóknarleik. Svo eru þeir náttúrulega mjög öflugir í hraðaflum, þeir keyra vel upp og strákar eins og Chris Kert sem er duglegur að ná sér í opin þryggjastega skot á breikunum hjá þeim og svo með strákar eins og Björgvin sem er mjög góður að ráðast á körfuna í hraðaflöpum. Þannig að þetta eru svona kannski þessa helstu ógnir hjá þeim. Svo er þeir náttúrulega bara með rosalega góðan hóp, breiðan og góðan hóp og gæti hugsanlega verið með 2 lið í efstu deild. En við teljum okkur líka að vera með býsna lungin hóp, þannig að við erum búin að leggja á einu sinni, þannig að þeir eru ekkert ósigrandi. Nei, þeir tapa ekki mörgum leikjum en við erum búin að taka á einu sinni og sýna okkur sjálfum og okkar fólki að við getum tekið á og það er bara, við erum bara brattir og ætlum að vinna þennan leik og ná okkur í 2 stig, bara eins og við mætum í alla leiki, saman hvort það sé einn af risunum 3 sem eru að koma hérna eða eitthvað annað lið, við seljum okkur alltaf dýrt á heimavellinum. Heldurðu að strákarnir hafi ekki trú á því að þeir geti endurtekið leikinn frá því fyrir vetur? Jú, en við vitum að við þurfum toppleik og það er það sem við stefnum að eiga toppleik. Við þurfum að eiga algjörða toppleiki til þess að vinna eitthvað af þessum risum 3 hérna sem eru nú svona langa efstir og ég er full að trúa því að við eigum toppleik hérna á 5. og gerum eitthvað gott kvöld hérna fyrir Akureyringa. En er það ekki í raun þannig að alveg sama hvort að þú ert að kljást við lið í neðri kantinum eða efri kantinum, þú þarft alltaf að eiga toppleik ef þú ætlar að vera öruggur? Já, ég ætla hana mjög góðan leik og þetta er bara svo jöfndauð. Vissulega eru þessi 3 lið kannski svona langa efst og best og svo koma fullt af liðum, svona jöfnum liðum fyrir aftan það en þetta dagsformið þarf að vera alveg tipptopp nánast í öllum leikjum. Og við hvetjum náttúrulega bæjarbúa til að fjölmenna og lenda ekki undir á móti Tindastólsmönnum upp í stúku. Nei, við þurfum að hafa betur í stúkunni, það myndi hjálpa rosalega inn á vellinum að vera með vinningi þar, auka líkurnar á sigri inn á vellinum líka. Leikurinn byrjar klukkan 19.
Eða er það ekki? 19:15 held ég og þessi venjulegi tími og er ekki hamborgarar og eitthvað gúmmulaði fyrir leik, hann bara mæta rúmlega 6. Það er náttúrulega síðan, það þarf engin elda, ég kom bara á Andri Gylfa og félagar, sjáum þetta fyrir okkur. Já, það er bara veisla fyrir leik og vonandi síðan veisla inn í sal. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það.